ágætu áhorfendur. Og það gamlársdagur í dag og segir maður þá ekki gleðilegan gamlársdag. Hann eins og annar sumir aðrir dagar í desember svona orðinn svolítið klassískur og menn svona gera orðið ýmislegt á gamlársdegi og hafa reyndar lengi gert og sumir fá sér gott að borða á gamlársdegi eins og jólum og öðru slíku og svo líka koma menn saman á þessum degi eins og á hinum dögunum, þannig að desembermánuður, svona seinni parturinn af desembermánuði er svo lítið frátekinn einmitt til svona skonar uppákomur og samkomur manna og gamlársdagur er einn af þessum dögum. Þar er að vísu svolítið að áfengi sé knifað en það er auðvitað bara upp á hvern og einn komi, hvernig hann hefur það allt saman. En hann er með klassísku sniði og það getur oft verið gaman að vera á gamlársdegi því að það menn reyna svona ofta að breyta upp á einhverju svona til skemmtunar og gleði og sumir eru fyrir það að fara á þessar brennur sem eru nú líka klassískar þó með öðrum hætti sé og þetta var hérna þegar maður sjálfur var krakki og margar brennur í einu bæjarfélagi og sem menn háir og lágir má segja sáu að koma upp sjálfir og það voru vissir brennustaðir til sem að bara gengu áratugum saman og það er reyndar ennþá þannig í dag en ekki með þeim hætti að hver sem sé að stússast í kringum þetta. Heldur eru þetta bara verktakar sem að koma með afkastamiklum vélum og hrúa þessu upp. Þegar við vorum krakkar sem erum á mínum aldri þá við munum eftir því að þetta öll að þegar við vorum að draga í þessa kesti og unnum mikið eða lítið við þessa brennur og sáu þær vaxa dag frá degi með þeim verkum sem að við prívat lögðum í þetta. Menn voru misjafnlega duglegir að mæta og eins og gengur en ég var oft við brennu, kannski ekki alla daga í desember en var oft við þetta og fórum allan bæ eftir efni við í þessa brennu og maður bar þetta á sjálfum sér eða dróði þetta eftir á einhverjum tíkum og tækjum sem maður hefði afnot af og maður lagði á sig heilmikla vinnu við þetta allt saman og taldi ekki eftir sér og mann við þessa tíma og varð vitni að því auðvitað þegar kösturinn stækkaði og áður en yfir lauk var orðinn margra metra hár, kannski 6, 7, kannski 10 metra hár og breiður eftir því. Þetta var heilmikið efni sem var þarna í kestinum og þetta var bara svo algengt á þessum tíma. Í Hafnarfirði þar sem ég er uppalinn og hef ól mín fyrstu ár í að það voru á þessum tíma var ekkert áalgengt að væru kannski 30 brennur, 40 brennur mismunandi stórar auðvitað en sem varð að fá leyfi fyrir og þetta var sett niður hist og her bæinn og kveikt í svipað leyti og svona það var ekkert verið að horfa neitt í það. Ég held að það hafi nú verið ósköp létt að fá leyfi fyrir brennum og menn gerðu þetta, notfærðu sér það að geta kveikt í drasli sem annars hefði safnast fyrir og þetta var svona leiðin í þann tíð að losa menn við dótið í kringum sig og ekkert í sjálfu sér það að segja en það þykir víst ekki henta í dag vegna mengunar umræðunar allarar og ekki alveg svona það sem verið er að biðja í þeim efnum. Og svo sem alveg hægt að skilja það er náttúrulega eldur er alltaf auðvitað er varasamur og þetta er orðið náttúrulega miklu þéttari byggðir og svona erfiðari við að eiga en var hér í Þandið því að töluvert pláss var oft á milli þessara húsa og
og auðsvæði á bakvið húsinn sem hægt að gera ýmislegt við og hraunið náttúrulega út allt þarna víða og hægt að setja þar niður einhverja kistu og það var gert. Held að það hafi verið, mann eftir auglýsingum ykkur að það hafi verið eitt árið allavega 40 svona kestir í Hafnarfirði dreifðir hingað og þangað. Þannig að þetta var mjög algengt og þetta var allt saman á vegum bara einstaklinga sem tóku sig saman með að gera þetta og svo voru þarna stærri brennur sem voru svona meira sameiginlega þar sem að menn úr kannski Vesturbænum tók að sér að setja í köst og mæta þeir sem vildu og það var oft alveg hellingur af fólki í kringu þetta og allir að draga í þennan köst og vera með í að safna eða gera hann að því sem að varð. Þetta eru bara góði tímar og ég man ekkert eftir neinu nema góðu í kringum þetta allt saman og hérna maður hafði gott af þessu sjálfur. Ég man ekki eftir því að menn hafi auglýst neitt slíkt. Þetta hefði verið auglýst eða nú ætlum við að fara að byrja að setja, það vissu bara allir í. Nú var komið desember svo einhvern veginn spurðist það út að það væri byrjað að safna í kostinn og þeir sem vildu þeir fóru svona tygja sig af stað í þetta og vissu hvað það átti að gera og drógu einhverju eftir sér og komið því fyrir á staðnum og það safnaðist með mörgu smáu. Það mátti brenna öllu og ekkert vera að pæla í því hvað ekki mátti brenna og það var bara brennt það sem hægt var að brenna og hérna dekk og svona sem maður ekki má brenna í dag. Þetta var allt saman, þetta var alveg veisla og dekk og við fórum á dekkjaverkstæðinn og hirtum öll dekk sem við máttum fá og þetta var allt saman sett í köstinn og svo brann þetta á gamlársdag og svo framvegis og lá svona lyktin af reyknum yfir bænum ef þannig stóð og það var enginn að pæla neitt í því en þetta allt saman liðin tíð en var einu sinni bara gegnumgangandi í bænum og í bæjunum bara allt hringinn í kringum Ísland. Svona bara var þetta. Og eins og vorum að segja á þannig þá var það líka þannig að menn voru með þetta svona sem ákveðið hreinsitæki í kringum húsin sín. Og það var ekkert að því sjálfur sér, það mátti alveg vera þannig og þetta var bara leiðin sem að farin var. Og allir sögðu bara já við og voru bara fegnir að geta farið í að henda þessu drasli sem sér á kostnaðarlausu og stundum fengu þeir heimsóknir frá fólki eins og mér og þér kannski sem að bönkuðum upp á og við tókum bara drasli sem mátti fara og fluttum það burt, gerðum það með gleði og fórum með þetta alla þessa leið þar sem brennan var. Brennan sem að ég stóð nokkrum sinnum að, hún heitir Garðavegsbrenna og ég veit að sumir sem að horfa á þetta muna nú eftir henni og voru með í þessu með mér, fólk á svipuðu reiki og ég og svipuðu reiki og ég. Þetta voru svona frá krökkum og upp í fullorðið fólk. Þetta var svona smá stúst í kringu þetta og þetta hafi ekki verið svona 3 vikna törn sem við tókum að okkur. Og eins og við segjum mættum misvel í en maður svona hékk við þetta svona dag á dag allavega. Gaf ykkur á klukkutíma á viku í þetta hugsa ég að það nú verið og kannski meira en mann eftir. En ég man vel eftir því þegar við vorum að draga þessar hjólatíkur og vagna eftir okkur fulla af alls konar dóti sem að við fórum með þarna alla þessa leið og þar var þessu sturta af á ákveðin stað og stundum var maður með því að hlaða þessu upp á köstinn og svo framvegis en það var nú kannski ekki allar að vera í því vegna þess að það þurfti svona ákveðina þekkingu til að þetta gengi nú eins og átt að ganga og þetta eins og ég segi stækkaði með hverju spýtu og hverjum dívan og stundum komu stærri hlutir á þessa brennu og ég man nú allavega einu sinni eftir báthlutum sem komu og var kveikt í þarna og það þótti rosa flott því að brenna stækkaði náttúrulega svo hratt við það og fór svona stóra hluti og ég man líka eftir því að dívanar voru taldir mjög fínir, ég fattaði nú aldrei út af hverju það var en
en þannig var talað allavega og menn voða glaðir eða fengu dívan og sofa og svona drasl. Eins og ég segi þá veit ég ekkert akkur menn voru svona ánægðir með þá. Ég held að þeir hafa nú ekkert brunnið neitt betur heldur en margt annað. Kannski var það þannig að þetta brann betur, ég veit það ekki. En ég allavega veit það að það sem brann betur það var svona vinsæll á brennuna. Og svo í lokin þá var ekkert eftir nema bara askan og gormarnir úr dífunum og þeir urðu eftir og voru bara hérna þangað til var komið næst. Ég held að þetta hafa ekkert verið hreinsa neitt, ég held að það hafa bara verið byrjað það sem frá var horfið síðast og það sem var eftir, það var bara eftir og var svo eftir þegar að hitt brann líka, þannig að það getur vel verið einhverjir hafi komið þarna og mókaði sig eitthvað burtu. Jú, það hlýtur nú eiginlega að vera, það getur náttúrulega ekki hægt að safna þessu alveg endalaust, það þarf að rýma til aðeins fyrir nýju draslið ekki. En svona var þetta nú í þann tíð og þetta var eins og við vorum að tala á, þetta voru fullt af köstum út allan bæ, litlar eldtungur sem teygðu sig upp hist og bæinn og svo voru þessar stóru brennur, eins og Garðavegsbrenna var nú talið svona stór brenna og svo var önnur alltaf stæðst, hún var upp á Holtinu. Þeir svindluðu alltaf þar vegna þess að þeir voru með vélar með sér, fréttu við og þannig að það var erfitt að keppa við það allt saman. En svo bara kom að því að það var kveikt í og það var auðvitað stóra stundin og maður var við að kveikja í þessu og þetta gekk nú fljótt fyrir sig og maður farin kannski var þarna í 1-2 tíma svo var maður farin heim aftur og hitt bara brann í rólegheitunum. Við skulum fá núna lag og svo höldum við áfram eftir lagi. Já, fallegur söngurinn og spil, þetta var ekki söngur, þetta var spil og instrumentalag svo kallað og fengum fáum að nota þetta og þakkum við þetta fyrir það en það sest gamlársdagur í dag og ég veit ekki númer hvað þessi gamlársdagur en hygg að hann sé nú búinn að vera lengi við lýði og kannski ekkert svo frábrugðið því sem við þekkjum í dag bara alla tíð. Ég hygg að gamlársdagur hafa alltaf verið svona dagur svona sinna tiltekta að því leyti til að menn svona losuðu sig við drasl og þetta var nú kannski meiri þörf fyrir þetta hér í eina tíð vegna þess að það var svo miklu minni krafa á að menn losuðu sig við drasl og menn voru með þetta út og lóðum hjá sér bara, og þar var þetta bara og það skipti sér enginn að því og svo lengi sem þetta var innan lóðamarkana en ég held að það sé nú ekki leyft í dag og ég man eftir til að mynda Görðum, svona eitt af einkennum garða, ég tala auðvitað Hafnarfjörð vegna þess að ég þekki það. Þegar maður horfði yfir girðingarnar og grindverkin, þar var yfirleitt oft á tíðum eitthvað hálfónýtt og hálffúið timbur sem maður bara dagaði þarna uppi og þetta var svona oft einkennið í þessum Görðum og menn
notuðu, það var náttúrulega ekki þetta að brenna gegnum fúið timbur, en svona menn notuðu oft þennan dag til þess að losa sig við þetta timbur, því það var alveg útséð með það, þetta eyðiportið ekkert notað og verði svo bara eyðinguna að bráð. Það var svolítið þetta í görðum í Hafnarfirði á þessum árum. En menn, allavega einhverjir af þeim, notuðu gamlársdaginn til þess að fara með þetta og brennu eða svona fá einhverja brennutýnslumenn til þess að koma og taka þetta hjá sig, og þá voru þeir bara ægilega brosmildir og fallegir þegar menn mættu með hvort sem var einhver tæki eða á sjálfum sér og fluttu þetta svo frá þeim. Þetta var eitthvað sem þeir netti ekki að gera sjálfur, því að annars væri þeir náttúrulega löngu búnir að því, það segir sig alveg sjálf. En þetta er orðið allt öðruvísi í dag og meira svona reglur og strangar reglur og sektir ef að megi gera þetta ekki, og það er svona sem alveg skiljanlegt, því að við vitum stundum að menn þurfa nú svolítið nýting á sig til þess að fara út í eitt og annað, og það er nú gömul saga og ný og eitthvað svona sem að fylgjur okkur blessuðum mönnunum. Við erum nú stundum óskaplegir letuhaugar og eru lengi að koma okkur í verk og svo framvegis og við erum alltaf að hugsa sem svo að morgundagurinn sé eiginlega hentugur í þetta. En það er náttúrulega ekkert rétt, það er náttúrulega best að drífa þetta af og svo þegar þetta er búið, þá verðum við óskup fegnir og horfum yfir blettin og þetta er aldeilis munur, segjum við. Hefði getað séð þennan mun kannski fyrir 10 árum síðan, en erum að sjá að núna vegna þess að það var aldrei farið í verkið, en núna loksins var það gert. Og þá gátum við sagt hort yfir og þetta er bara alltaf með að sjá þetta. Þannig að það stundum bara íta aðeins og menn og aðeins svona að láta að veita að þetta gangi nú ekki svona. En þetta var svona, kannski var þetta tilefni af stofnun gamlársdags með þeim hætti sem við þekkjum að þetta var svona leyfilegt að kveikja í kerstið, þú varst náttúrulega bara að fá leyfi og það var yfirleitt bara auðfengið held ég, það hafði ekki verið neitt stórmál að fá leyfi til þess að setja brennu hér og hvar en ekki náttúrulega hvar sem menn náttúrulega tók út staðinn og ef þetta var svona í hæfilega langt frá byggða þá var það yfirleitt bara leyft. Ég man eftir einni svona brennu 1 ár reyndar, ekki lengra og í 1 ár ekki aftur held ég ánum verið, sem að ég var með í og einhverjir strákar líka og þetta var ekkert langt frá húsi, þetta var svona, ég var hraun þarna bak og húsi svolítið í kring og þar fengum við að þessi sem átti þetta hús, hann vildi losa sig við þetta drasl. Hann var þá að byggja og fluttur inn og var með fullt af spýtnabraggi fyrir utan í þessu sem hann var að losa sig við og gerði þá með þessum hætti, sótt leyfi, fékk að gera þetta þarna og svo fékk hann okkur strákana til þess að hann átti nú son þessi strákur og sem þekkti mig og við þekktustum og við þekktum fullt af strákum. Við fórum í þetta og bjuggum þetta til svolítinn kost sem við kveiktum í á gamlársdag og ég man nú alltaf eftir því að það hafði nú svona aðeins smá saga kringu það því að og þetta var náttúrulega feikla bál úr þessu og svo snerist vindurinn og næsta flugið alltaf bara gekk á húsið á karlinum og þá kom hann út með vatnsfötu og skvetti á eldina, það er náttúrulega ekkert að segja en það var að gera eitthvað til þess að hún var ekkert farið að lítast á blikuna en þetta fór allt saman vel og ég sjálf sér engin hætta af því að þetta var á einhverjir 20-50 metrar í húsi, segja hann verið, jafnvel 100 metrar. Þannig að það fór allt saman vel og ég man alltaf því, ég fannst það svolítið fyndið þegar kallinn kom með vatnsfötuna og skvetti á. Það var alveg hægt að lítast á blikuna, næsta flugið var þvílíkt. Auðvitað gat náttúrulega eitthvað gerst og það getur náttúrulega alltaf eitthvað gerst en það gerðist ekki neitt, þannig að þetta fór allt vel. Oft er það nú líka þannig hjá okkur að við erum alveg hrikalega áhyggjufull og svo gerist ekki neitt. En auðvitað náttúrulega þurfa menn að vera með allan vara á en það er líka erfitt að eiga við það í svona málum að svo allt í einu snýst vindurinn á húsið, þá náttúrulega lítið við því að gera og slekkur ekkert í svona brennu nema bara með slökkviliðinu.
það hefði náttúrulega getað komið og slökkt í þessu, en það var nú ekki slík hættan, en þá að sé kannski ekki svo mikil hætta, þá getum við samt alveg haft bullandi áhyggju, við þekkjum það nú allt. En áhyggjurnar eru nú ekki alltaf heilagur og sannleikur. En ég held að það hafi nú ekki verið aftur brennað þarna, en kannski þurfti ekkert á annarri að halda, kannski náði hann bara að hreinsa upp allt hjá sér og þá hefur hann auðvitað ekki þurft neitt að kveikja í meira timbur og drasli sem að fylgdi nýbyggingunni hans í þann tíð. En þetta hús er nú ennþá uppistandandi og stendur á sínum stað og sama stað og ég held að þetta hraun sem þarna var á bakvið, ég held að það sé ennþá, ég held að ekkert hús verið sett neitt þar niður og þannig að þetta var nú svona smá hraunspilda sem kom, en ég bara man eiginlega ekki hvernig þetta er þarna í dag eða hvort ég hefði skoðað þetta eitthvað eftir þetta, en það var allavega komin hús þarna í kring en ekkert þannig séð nálægt. Þannig að það var alveg hægt að gera þetta eins og við gerðum þetta og eins og við segjum líka þá var þarna leyfi til og við alveg í okkar fylsta rétti. En ég man alltaf eftir þessu og þetta var svolítið gaman og skemmtilegast af þessu öllu sem að fannst mér þegar kallinn kom með vatnsfötuna sína og skvett á. Var þetta svo litið þungur á brúnina. En svona getur gerst þegar við erum þegar við erum svona ekki alveg að treysta því sem við erum að gera og þá viljum við hlaupa til og bjarga málum en kannski gerum ekki ógagn kannski en ekki svo mikið gagn því að ein vatnsfata á mikinn bálkost hefur nú ekki mikið að segja. En svona getur nú örvæntingin samt farið með okkur og við erum með elda út vorum með elda út á öllum gamlasteginum út allan bæ en þetta er orðið allt öðruvísi í dag og það er kveikt í kesti í dag og það er mikið bál og mikið af alls konar í kringu þetta og fullt af fólki að sjá en ég held að sé nú reglan í dag að miðnætti þá hún komið bara og slökkt í þessu öllu saman og það færi ekkert að brenna út eins og fékk því að það var ekki þekkt að það væri neitt að slökkva í þessu og daginn eftir eins og mann með þessa svokölluðu garðarsbrunn okkar daginn eftir þá kíkti mann og vanalega einhvern tímann eftir hádegið og þá var glóðin en þetta var svona allt í andarslítrunum en þetta var, 12, 14 eða 15, 16 tíma eða meira að brenna. Það var nú reyndar ekkert lengur en það en það var líka allt farið nema gormarnir úr dífununum, þessum ægilega flottu dífununum sem allir voru svo rosalega ánægðir með að fá og ég skildi aldrei af hverju dívan var svo rosalega góður að brenna en með töluðu nú samt þannig. Það er svona sér að vera allir að fá að vera svolítið með sína sérvisku og það er allt í lagi með það og ég veit ekki hvernig svo sem við getum breytt því. En þetta eru siðir svona sem við höfum haldið í og ég veit að erum bara sammála því að það er ekkert að því að halda þessu bara áfram því að akkur ekki að halda í siðir sem eru bara góðir siðir og eru ekki neitt að plaga nokkurn mann og akkur ekki að halda þessu bara áfram. Ég segi jú, við höfum víst að halda þessu áfram og sem betur fyrir og ég þakka Guði fyrir það að það hefur nú verið gert. Við höfum haldið allavega þessum sið að vera með brennur og svo náttúrulega siðnum hinum að skjóta upp þvílíkum kynsturum af raketum að það er eins og þessi komin bara styrjöld fyrir hvellum og látum og ljósum og ég veit ekki hverju. En þetta er svona eitt siðurinn sem við höfum viðhaft og það eru sumir sem svolítið að maka krókinn á því, þetta eru svona fjáröflunar leiðir fyrir ýmis félagasamtök og svo eru náttúrulega einstaklingar í þessu líka og svona kannski hafa eitthvað þokkalegt út úr þessu og það er bara ekkert það að segja nema gott og Guð blessi þessa menn og þessar konur sem í en menn hafa notað kannski byrjaði þetta nú strax að verða svona einhver fjáröflunar leið í kringum flugeldana. Bara man ekki hvernig þetta var til að byrja með eða hvenær þetta byrjaði yfir höfuð en þetta er allavega búið að vera í ógurlega marga áratugi, svo mikið veit ég og þetta er ennþá. Það eru svona siðir sem við höfum
borið gæfu til að halda svolítið í. Og við skulum bara gera það áfram. Við skulum áfram vera með brennur, við skulum áfram skjóta upp flugeldum og við skulum áfram svona gera okkur aðeins glaðan dag og fá okkur gott að borða og hitta svona aðeins og það ekkert nema gott þetta að segja. En ætlum við segjum þetta ekki gott og Konráð Rúnar Friðriksson bara óskar ykkur gleðilegs gamlársdags og trúir því bara allt saman fari vel og eins og á að gera.